Biblíumatur heiti á matreiðslubók sem sóknarprestur Akureyrarkirkju, Svavar Alfreð Jónsson, var að senda frá sér, en það bókaútgáfan Hólar sem gefur út. Við hittum Svavar nýlega á heimili hans þar sem hann bauð okkur upp á dýrindi súpu eftir uppskrift úr bókinni. Þetta súpa sem heitir spínatsúpa faraós og sem sagt uppskrift sem byggð á einhverri uppskrift sem fannst í grafhvelfingu. Þetta sem sagt eldgömul uppskrift, byggt á mjög fornri uppskrift. Já, hún sterk og góð. Já, hún frekar einföld. Það í henni kjúklingasoð og alveg hellingur af spínati og svo steiktur hvítlaukur með kóríander svona hrært út í. En uppskriftirnar sem sagt í þessari nýju bók þinni, Biblíumatur, þú sækir innblástur til Biblíunnar? Já, það verið að leika sér með hráefni sem að menn vita að var notað á tímum Biblíunnar. Það endar tímar Biblíunnar mjög langur tími og þetta töluvert stórt svæði líka, það þannig kringum fyrir hérna landið og það bæði verið að leika sér með hráefni og þær aðferðir sem að þá voru notaðir. Þetta ekki svona hreintrúarstefna, það öðruvísi hráefni líka, það er ekki notaður sykur þá eða þessi sykur sem við notum í dag, en það er ekki mikill sykur heldur í þessum uppskriftum, aðalega hunang og berjasag en samt aðeins og það er líka leyft að nota matvinnsluvélar þó að þær hafa ekki ekki biblíulegar. En mikið talað mat í Biblíunni? Já, matur kemur mjög mikið í sögu í Biblíunni. Það í ritum Biblíuna því að Biblían náttúrulega mörg rit sem urðu til á ýmsum stöðum og eru rituð af ólíkum höfundum og þjóna líka ólíkum tilgangi, en matur kemur mikið við sögu og bara strax á fyrstu síðum Biblíunnar í Paradísarsögunni þá náttúrulega þessi forboðnu ávextir eða forboðni ávextur, það strax maturinn kominn inn í sögu mannsins. Þú starfar náttúrulega sem prestur hérna á Akureyri, þannig að þú ert náttúrulega alltaf að handleika Biblíuna, en hvernig í rauninni kviknaði samt þessi hugmynd að þessari bók? Já, það nú eiginlega útgefandinn Guðjón Ingi Hólin sem fékk hugmyndina að því að gefa út bókinni, en hann vissi náttúrulega þessum áhugamálum mínum. Við vorum að ræða saman út af öðru verkefni þegar þetta bara koma og mér leið strax vel á hugmyndina. Ég hef alltaf haft náttúrulega mikinn áhuga á Biblíunni og líka á matseld og það má kannski segja að í matseld þá skiptir höfuðmáli eiginlega mestu máli að hafa gott hráefni og Biblían líka ofboðslega gott hráefni. Ég að vinna með það vikulega og það það hráefni sem ég vinn hvað mest með, að reyna að matreiða þetta efni þetta góða hráefni sem að finna í hinni helgu bók. En þú tekur líka myndirnar sjálfur í bókina, ljósmyndir, það annað áhugamál. Já, ég raun og veru og segja frá því þarna aftan á bókina, þarna ég að sameina nokkur af mínum helstu áhugamálum. Það náttúrulega matseld, ég mjög gaman að því að elda og þegar ég var að útbúa þessa rétti þá eldaði ég náttúrulega og bauð oft svona vinum til þess að heyra hvað þeim fannst réttina og það annað áhugamál mitt að bara sitjast niður með góðu fólki og eiga samfélag, borðsamfélag við það. Ég náttúrulega þurfti að grúska svolítið bæði í sambandi við uppskriftir og þennan biblíumat og ég hef gaman að því. Svo þurfti ég náttúrulega að skrifa texta og ég hef gaman að því og ég þurfti að mynda réttina og meðan að fólki beð hérna við borðið þá þurfti ég að fara með einn rétt og einn skamt og mynda og þannig að ljósmyndin líka eitt af mínum helstu áhugamálum. En þegar maður flettir þessari bók þá kemur í ljós að réttirnir eru afar fjölbreyttir. Maður getur ímyndað sig kannski að þetta hafi verið frekar einfalt þarna á tímum Biblíunnar, engar matvinnsluvélar og slíkt, en
svo virðist kannski ekki vera? Nei, þetta var mikið landgnægta, það svæði sem er mjög frjósamt land og þarna er mikið af ávöxtum og grænmeti en líka alls konar kjöt og fiskmeti. Þannig að fæðuúrvalið var býsna mikið, það var mikið úrval og mikið framboð af fæðu þótt að sjálfsögðu var misskiptingin þá eins og nú og fólk hafði svona mismikið á milli handana en þetta var náttúrulega svolítið öðruvísi en það var mjög fjölbreytt fæða. Og í bókinni er að finna bæði forrétti, aðrétti og eftirrétti, þannig að þetta er mjög fjölbreytt. Ég er nú ekki viss að þeir hafi borðað þetta svona, þeir borðuðu sætt líka og maðurinn hefur sótt í það sætt á einhvern veginn þá rétt, ef hann hefur ekki sykur þá hefur sætt hann einhvern veginn verið fenginn eftir öðrum leiðum. Þeir notuðu mikið hunang, fyrir landið var kallað á landbiblíuna, landmjólkur og hunangs og þeir notuðu berjasafa til að sæta og þeir notuðu mikið af mjólkurafurðum líka. Áttu þeir einhverju uppáhaldsuppskrift í bókinni? Það eru svo margar. Það kom mér, ég hafði ekki, ég er mikill áhugamaður Miðjarðarhafsmat. Matur frá því svæði finnst mér góður og mér svona hugnast vel. Þeir leggja áherslu að hafa ferskt hráefni og tiltölulega einfaldar uppskriftir. En svo þegar ég fór að elda þennan mat sem er svolítið svona öðruvísi og það er notað meira hunang og döðlur og granateplu og eitthvað svona að þá kom mér óvart hvað var alveg rosalega góður. Það var nánast allt gott sem að ég eldaði. Herri, ég segi bara til hamingju með þessa bók og takk fyrir að bjóða okkur í þessa fínu spínatsúpu. Verði ykkur að góðu.